Tap í kvöldina á móti FH, hvernig bara svona líður eftir leikinn? Þetta voru ekki góð úrslit, tapin heima en frammistaðan svo sem bara fín hjá okkur svona heilt yfir. Við spilum ágætis fótboltaleik en svona sérstaklega seinni hálfleik erum með á leikurinn fer nánast fram á þeirra vallarhelmingi en við bara náum ekki að skapa okkur mikið af færum og náum ekki að skora. Við skorum of seint. Ég held að ef við hefðum skorað fyrr og þá hefði við sett alvöru pressu á fæðingar. Skorið þarna rangstöðumark í fyrravelnum, ertu ekki búin að sjá það aftur? Nei, ég hef ekki séð það. Ef það hefði verið rángstæð þá er það bara rángstæð en ég hef ekki séð það. En samskapi, við erum, fyrir ára líka að fáum einhver færi og einn á kasti fyrir það og þetta svona dettur svolítið einhvern veginn fyrst mér upp í hendurnar á FH í dag. Ná bara, fyrrhálfleikurinn, varstu ánægður með hann? Sko, af einhverju leyti, spilalega séð var hann bara fínn en að samskapi vantar kannski svona aðeins upp á bara baráttu og vinna návíi og skalla og svona ekki vera að láta litla hluti fara í taugarnar sem að er ekki hægt að gera í og láta dómarann bara eiga sig en mér fannst svona mér fannst helst það vanta bara að mæta til leiks og hlaupa berjast til þess að byrja með en við sköpum alveg nóg til þess að geta unnið leikinn eða allavega að fara með 1 stig út úr honum. Fáið dauðafæri í byrjun seinni hálfleiks og Ljubičić hitti boltann kannski ekki alveg nægilega vel en hefði kannski viljað skapa aðeins meira? Já, og í kjölfarið fara Eiður boltann og setur hann hliðarnetið, við hefum aukaspyrnu sem fer inn í skeytina og við eigum 1-1 svona hálffæri og fáum alveg nógu mikið að stöðum til þess að krossa boltanum inn í og gerum það nokkuð vel en þeir ná að kasta sig fyrir flest eða boltan fer framhjá og þannig að það var bara svolítið þannig dagur. 2 vikur á milli leikja núna, var erfitt að fara inn í frí með hann tapleika bakinn á móti IBVF? Já, ég meina, það hefði klárlega verið betra að fara inn í frí með sigur eða allavega punkt úr Eyjum en ég meina, það þýðir ekkert alltaf að vera að dvelja við eitthvað sem er búið, og nú er bara þessi leikur búinn og nú þurfum við bara að mæta aftur í æfingu og nota vikuna vel og við hefum Val svo næst úti og það verður bara hörkuleikur. Það verið erfitt að ná einhvern veginn sjálfstöðunni upp aftur eftir þessa 2 tapleiki? Nei, alls ekki, ég held að það sé að vera ekkert mál. Bara svona framhaldi, hvernig bara leggst það í þig, bara næstu leikir? Já, eins og segja, þetta er bara alltaf einn leikur í einu og nú fyrir við bara að tökum endurheimt og hvílum okkur aðeins og fyrir svo undirbúa okkur fyrir valsleiki. Frans Elvarsson og Sindri Snær á bekknum, þeir eru ekki búin að spila mikið í sumar, hvernig er staðan að þeim? Já, bara Sindri Snær byrjaði svo sem mótið fyrst í 3 leikina og svo bara meiðist hann og hefur verið að koma tilbaka úr meiðslum og saman með Fransa, hann var að glíma við meiðsli í byrjun móts, þannig að þeir eru að nálgast held ég sitt form aftur og við sjáum örugglega eitthvað á græsinu. Gott að fá þá aftur inn í breytina þegar mæta krafti inn í þetta? Já, bara engin spurning, bara frábærir leikmenn báðir tveir og frábærir í hóp og geta nýtt reynslu sína í fyrir yngri leikmenn. Takk fyrir þetta, alveg gangi vel.